Komið þið sæl. Magnús Carlsen heimsmeistari í skák er óumdeilanlega einn allra besti skákmaður sögunnar. Það sem einkennir skákstíl Magnúsar er hæfni hans í endatöflum. Hann teflir þau virkilega vel. Hann virðist hafa einhverja tilfinningu fyrir því hvar mennirnir eiga að vera. Við ætlum að sjá hérna eitt dæmi úr skák Magnúsar sem hann stjórnar svörtumönnunum á móti mjög sterkum stórmeistara. Og í þessari stöðu hér þá tók Magnús þá ákvörðun að drepa biskupinn á B3 og gefa hvítum tvípeð. Og hérna sjáum við að báðir keppendur eru með tvípeð á B-línunni en svartur hefur biskupaparið. Hér fór Magnús í önnur uppskipti, drap á D1 og eftir hrókudröpu D1 þá drap hann á E4 og þá sjáum við að hvítur er komið með 2 tvípeð. Þannig að ég myndi segja að í þessari stöðu stæði svartur örlítið betur. Svartur getur auk þess drepið hérna peð á B2 en hann er ekkert endilega að vinna peð en það sem gerist í framhaldinu sýnir snilld Magnúsar. Magnús drap peðið og hvítur lék þá hrók úr D7. Hvítur með virkan hrók hóta peðin á B7. Magnús lék F6 og rak biskupinn í burtu sem fór niður á D2. Og nú sjáum við að hvítur er bæði að hóta peðin á B7 og peðinu á B4. Og hvítastæðin lítur alls ekkert illa út í augnablikinu, allavega við fyrstu sýn. Vandamálið á hvítum er fyrst og fremst þetta tvípeð sem reynist honum erfitt á eftir. Hér þurfti Magnús að taka ákvörðun hvort peðið hann ætlaði að passa upp á og Magnús tók þá ákvörðun hér að reyna að hafa mennina sína eins virka og mögulegt er. Hann er að hugsa svolítið langt fram í tímann hérna. Það sem hann gat gert var að leika eins og hrók B8 til að valda peðið. Og þá hefur hvítur væntanlega drepið hérna á B4 og þá eru hvítu mennirnir mjög virkir eins og við sjáum. Þeir eru með 2 skotmörk hérna og svartur er í vandræðum. Þannig að ef við förum tilbaka í þessu stöðu hér eftir biskup D2 þá lék Magnús biskup C3. Og hugmyndin með þessum leik er að þegar hvítur drepur þennan biskup þá fær svartur frípeð á C-línunni. Hvað gerist núna ef hvítur drepur á B7? Þá verður þetta peð mjög hættulegt og óstöðvandi. Svartur leikur ekki strax C2 vegna þess að þá kemur hrókur C7, heldur hrókur C8 og styður peðið áfram og það er ekki hægt að stoppa peðið. Þannig að eftir B-dröpu C3 þá lék hvítur hrókur C7. Þannig að hvítur hrókurinn er mjög virkur, hann er bæði að hóta þessu peði og stoppa þetta peð og það er ljóst að C3 peðið fellur. Magnús lék þá mjög góðan leik. Líklegast besti leikurinn hans í skákinni og það sem ég ætlaði að segja ykkur í þessari stöðu er að við erum að fara að fá hróksamtafl þar sem er jafnt í liðum eftir að hvítur drepur peð á C3 þar sem að báðir hafa hrók og 5 peð. Það dýrmætasta sem ég hef lært hróksamtafl var að það er mjög mikilvægt að hafa hrókin virkan alveg sama hvort að maður er í sókn eða í vörn. Meira segja getur verið það mikilvægt að hafa hrókin virkan að það getur jafnvel verið þessi virði að fórna einu peði bara til að virkja hrókin til að verjast og verjast á peðið undir í staðinn fyrir að hafa jafnt í liðum og hafa hrókin passívan. Þannig að reynum að hafa hrókan okkar virka í hróksamtöflum alveg sama hvort að við erum að reyna að vinna eða halda jafntefli. Þannig að Magnús lék í þessari stöðu hrókur A5 og býður aftur hvítum auðvitað að drepa þetta peð. Þá kemur hrókur C5 og eins og áðan peðið verður ekki stöðvað. Þannig að hvítur drap á C3 og staðan virðist í augnablikinu vera mjög jafnteflisleg. En eftir hrókur B5 þá sjáum við hvað svartur hrókurinn er orðinn virkur. Hann er komið skotmark hér sem að hvítur hrókurinn er upptekið með að valda. Hvítur gerði þetta það eðlilegast í stöðunni, kom kóngurinn nær og þá lék Magnús öðrum mjög góðan leik með hróknum hrókur B4. Þannig að nú er svartur hrókurinn komið 2 skotmörk og hann er líka að valda þennan veikleika í svartu stöðunni. Þannig að hrókurinn í svartum er eins virkur og hann getur mögulega verið. Hann getur ekki staðið betur. Hvítur hrókurinn er bundinn við að valda B3 peðið og hvítur kóngurinn er bundinn við að valda E4 peðið. Og þetta er vandamál vegna þess að ef að hvítur ætla að koma kóngum hingað til þess að skipta og virka hrókinn, þá fellur peðið hér þannig að báðum mennirnir eru alveg fastir. Hvítur hugsaði sem í smástund hérna og ákvað síðan að fórna peði eins og vorum að tala áðan, það stundum skárra að verjast peði undir en reyna að virkja mennun í leiðinni. Ef að hvítur býður og gerir ekki neitt, þá er svartur með mjög einfalt plan og það er bara einfaldlega að labba með kónginn sinn út á borðið og hóta þessu peði hérna og vinna það. Þannig að hvítur reyndi E5, vonaðist þá til þess að svartur myndi drepa peð og svartur væri þá með tvípeð.
en Magnús leik mjög góðum leik. F5, hann þarf ekki einu svona að drepa þetta peð, planið hans ennþá að virkja kónginn og hirða bara peðið og halda peðastöðinni heilbrigðri. Kóngur F3 og kóngur F7, H3, hvítur bara að bíða, kóngur E6 og peðið að fara að falla og G4. Og við sjáum að það þýðir lítið fyrir hvítan að reyna að hafa sinn hrók eitthvað virkan og reyna að vinna þetta peð á móti því að það fellur alltaf hér með skák. Þannig að G4 og kóngudreipur F5 og svartur þá var þeim peðið yfir og eftirleikurinn reyndist auðveldur fyrir Magnús og skulum sjá síðustu leikina. Skák og kóngur tilbaka og síðan bara virkja peðin. Og núna H5 og H4 skák, mjög gott, rekur kónginn í burtu og svo kemur svartur kóngurinn nær og hvítur er að hálfpartinn í leikþröng hérna. Hrókurinn munið bundið með að valda peð og ef hann leikur hrókur D3 þá kemur E4 skák, þannig að kóngurinn verður að gefa eftir að fara tilbaka. Og þá, í þessar stöðu hér, hrókurinn eiginlega búinn að ljúka sínum tilgangi á B-línunni. Þannig að núna skiptir Magnús yfir og reynar að taka yfir C-línuna. Þannig að koma hróknum í gegn, koma hróknum bakvið, reyna að sækja veikleikunum. Hrókur B6, E5, E4 afsakið, bjarga peðinu. Og svo hrókur C6 og hér sjáum við hvítur tilnættur í uppskipti. Hann getur ekki forðast þessu uppskipti hér og þá er svarta staðan auð unnin. Þannig að eftir hrókur C6 þá gafst hvítur upp. Það sem mér finnst merkilegt við þessi skák er hvað Magnús teldi hróksamtablið ótrúlega vel. Lærdómsríkt að sjá hvað hrókurinn var alltaf virkur hjá honum. En það sem er kannski merkilegt við þessi skák er að þetta var svokölluð bullet skák, mínútuskák. Og Magnús hafði bara örfáar sekúndur til að hugsa um leikina. Og það sýnir okkur kannski best hversu góður skákmaður hann er. Hann þurfti eiginlega ekkert að hugsa um, hann notaði bara innsæið í þessu hróksamtabli. En við getum lært margt af þessari tefna. Takk fyrir áhorfið.